Við langar aðeins, áður við förum í bankana, við langar aðeins bara, það eru þó áhugaverð tíðindi, við erum að sjá það að Stoðir hafa búið að koma sína inn í Kauphöllina. Já. Fjárfestingafélagi Stoðir sem mjög stórt félag. Já, það bara helsti hluthafi í Arion banka, stærsti hluthafi í Arion og auðvitað í Símanum. Já, og þetta hérna Arion kviku, ég meina það, við vitum að Stoðir eru að gegna hlutverki í sameininga við þeir eru bara samnefnari nánast. Já, það er svolítið gróft sagt. Já, við skulum segja að þeir allavega hafi jákvæð áhrif á þessa samræna viðræður. Þannig að þetta mjög stórt fjárfestingafélag, stóra hluti í Símanum eins og þú segir, og svo eiga þeir í Bláa lónunu sem að líka hefur verið boðað til skráningar. Eignaðist þar inni þetta í gegnum Helga Magn bara sem. Já, þeir keyptu hlutin hans. En síðan það líka eigaði líka í First Waters 35% í Þorlákshöfn. Já, sem gríðarlega stórt fjárfestingaverkefni. Já, þú varst nú þarna í ykkur tímann. Já, ég komið þar í heimsókn og þetta gríðarstórt fjárfestingaverkefni og þeir eru að komast á það stig að slátra laxi og það má hafa miklar væntingar að þessi Stoð geti skapað verulegar útflutningstekjur ef þetta gengur eftir eins og menn hafa væntingar vegna þess að, og þarna við Þorlákshöfn, þetta alveg ótrúlega uppbygging. Já, ég spilaði golf mikið í Þorlákshöfn og það bara golfvöllurinn þarna ennþá, það ekki búið að byggja laxeldi. Nei, sko, málið bara það að þegar maður keyrir Þorlákshöfn í dag þá þetta alveg með ólíkindum öll þessu uppbygging. Gríðarlega atvinnuuppbygging þar. En að þessu sögðu þá tel ég mjög áhugavert að fá Stoðir inn í Kauphöllina. Við náttúrulega vonum að hluthafar í skráningu þeir fái gott verð í upphafi. Já, þú veist það. Við höfum væntingar það. Menn ættu að horfa til þess en þeir ættu að sækja sér 15 milljónir í nýtt. Það takir menn eftir því líka að forstjóri, vegna þess að nú erum við með myndir af forstjórum og þegar maður að tala fyrirtæki, að þá auðvitað eru alltaf forstjórarnir berast þeir í tal og hvað þeir eru forsvarsmenn og eru að tala en þarna verða þá 2 forstjórar stórra fyrirtækja. Það er annars vegar Marel, JTB Marel og sem Árni Sigurðsson. Hann á bróður sem heitir Jón Sigurðsson og hann forstjóri Stoða, þannig að það ekki oft held ég sem að bræður eru verða. Jón nú búin að vera lengi á fyrirtæki, hann kom mjög ungur upp. Hann kom að undan Árna náttúrulega. Já, mjög ungur upp, en hefur hann verið í hann í skráðufélagi? Já, hann var held ég forstjóri í FL Group á sínum tíma. Já, meðan var hvað hétu ekki bara Stoðir þá? Svo breytt í Stoðir, FL Group var breytt í Stoðir. Eftir æfingarnar. Já, ég held að þá hafið ekki verið skráð. Nú erum við að reyna að rifja upp eitthvað sem að... Já, við erum bara ekki, við erum búin að vera svo lengi í bransunum að við getum